Það er komið að þessu, það er komið skírdagur og við ætlum að byrja á páskabóksinu frá Chili Claus. Skírdagur, 50 dagurinn fyrir páska. Mér skilst að það sé dagurinn þar sem að Jesú átti að hafa þrifið fætur lærisveina sinna fyrir síðustu kvöldmáltíðina. Ég ætla ekki þykist vera neitt sérfræðingur í því hvernig fólk mataðist á Miðausturlöndum fyrir 2000 árum síðan. En ég verð að segja að á mínu heimili er það ekki forgangsatriði að fólk sé búið að þvo sér lappirnar áður en að byrja að borða. Ok, við skulum kíkja á þetta. Ég er að spá í hvort ég ekki meira sem bara byrja á því að smakka eitt svona aukaatriði úr bóksinu. Það eru hérna habanero lakrísvindlar. Þeir eru bara Windforce 4, þannig að þeir eru mildir og góðir. Ég á sömuleiðis box sem ég er ekki búinn að smakka af svona vindlum, kemur sér ekki í aftur. Hérna í pókanum mínum frá matamönnum. En hérna, þetta smakka hvernig þetta Það er gaman að borða smá lakrís svona á svona blóðþrýstingum upp aðeins áður en við byrjum á chiliinu. En hérna er það. Þetta er bara svona lakrísstaug, hún er svolítið stór. Lyktar bara eins og sætur lakrís. Windforce 4. Gómsætur lakrís, mjög bragðgóður. Enda danskur, Danir kunna þetta. Með svona vott af svona sterku eftirbragði. Ég geti borða þetta hún til að fæ hjartaslopp. Þetta er samt ekki að klára hann, bara borða hann á eftir. Nú skulum við skella okkur í sjálft dagatalið. Plastið í burtu, þetta er svo stór kassi. Þetta er alltaf óþarfa stór þessi Easter box með öllu þessu aukadóti. En hérna í kassanum er Egg of Death, pakkinn sjálfur. 50 dagur. Okkur er ekkert að vanbúnaði. Ég ætla að gera þetta eins og ég gerði síðast. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað merking inni sem segir hvað þetta er. Þannig ég ætla að reyna að sjá ekki hvað stendur inn í lokinu. Þetta er bara opna. Já, þetta er eitthvað trikk að opna þetta Eða ég ekki betur gefinu þetta. Ég ætla að opna. Sjáu þið, fallegt eggið. Þetta er svona eiginlega dropi því að það er flatt á bakið. Húp. Sjáðu þið. Tildur og dökkt súkkulaði. Mjög fallegt að sjá. Ég get ekki stungið þessu öllu upp í mig einu en ég ætla samt að borða þetta allt í einu. Ætli þurfum ekki að taka þetta í 2-3 bitum. Þá sjáum við líka hvað er inni í þessu ef það er eitthvað. Mér skilst súkkulaði, chili og marsipan samkvæmt hérna upplýsingum á kassanum. Við skulum bara signa okkur og byrja. Fullt af svona marsipan massa. Konfekt. Ég finn að það býr sterkt núna Ég ætla ekki neittið sjálfur. Ég er búinn að borða mjög lítið sterkum mat bara frá því ég borðaði hérna habanero því ég var að kynna þetta fyrir nokkrum dögum síðan. Þetta er rosalega gott. Þetta er ekki sterkt. Jú, veit ég. En, sem hann reynda aðeins svona. Það var þýrum. Gís upp svona hiti. Vá, og svona alveg gæsahúð. Kom svona skringilegt svona hita sjokk eftir á. Það er kannski bara viðburðina því ég er ekki búinn að borða neitt svona sterkt lengi. Nú finn ég alveg svona sviða hérna í hálsinum og mununum. Þetta var rosalega bragðgott. Skulum kíkja hvað þetta er. Ég veit náttúrulega ekkert hvað þetta er, hvort það sé eitthvað eitt sterkar en annað eða hvað sé í gangi, þannig að gera þetta bara ennþá meiri mysteríu. Kíkjum á þetta. Það stendur ekkert. Það stendur ekki neitt. Þetta er allt tómt. Ég ætla að skjóta á. Þeir segja samt að þetta sé roller coaster ride through the fires of the underworld.
Þannig að við vitum að þetta ekki að fara að vera eins alla dagana. Þetta var bragðgóð byrjun. Ég ætla að stjóta að þetta hafi verið svona bílinn Windforce 6-9, eitthvað svoleiðis. Ljómandi gott. Herri, þetta var skírdagur, 5. dagur fyrir páska. Við sjáumst aftur á morgun. Þannig að Berglind komast ekki við þetta, hún er mikið lakkrísaðbáðandi og henni svo rosalega lágan blóðþrýsting að hún má alveg borða lakkrísa sem sýnist. Þetta er æðislegt.